En borgarafundi fyrir skömmu var stofnað nýtt félag, Pöntunarfélag Eskifjarðar HF, sem tekur við verslunarrekstri í bænum. Þórarinn Hávarsson sendi okkur þessa frétt frá Eskifirði. Pöntunarfélag Eskifjarðar var tekið til gjaldþrotaskipta í árslok 1988 og þá var gerður leigusamningur við kaupfélag Héraðsbúa sem síðan hefur séð rekstur þessarar mikilvægu verslunar fyrir Eskfirðinga. Í síðasta mánuði keyptu svo hraðfrystihús Eskifjarðar og Eskifjarðar kaupstaður eignir þrotabúsins. Í þeim tilgangi að stofna nýtt hlutafélag verslunina. Og fyrir nokkrum dögum var haldinn borgarafundur á Eskifirði þar sem nýja hlutafélagið, Pöntunarfélagið HF, var stofnað. Hluthafar eru 32 en þeir stærstu eru hraðfrystihúsið og bæjarsjóður Eskifjarðar. Hlutafé er 10 milljónir króna. Kaupfélag Héraðsbúa hættir því verslunarrekstri á Eskifirði mánaðamótin og í vikunni voru starfsmenn þess í óðaönn að pakka niður. Sjálfsagt í fyrsta skipti það sem frystihús tekur yfir rekstur kaupfélags. Yfirleitt hefur það verið kaupfélag sem tekur yfir rekstur frystihúsana. Þannig þetta er náttúrulega sögulegur viðburður. Hvernig líst þér á þær breytingar sem eru að verða í verslunarrekstri hérna á staðnum? Mér líst bara vel. Ég stend að þessu ásamt fleirum. Þú ert einn af hluthöfum? Já. Þú lítið sé. Og ástæðan fyrir því að Eskifjarðar kaupstaður hefur afskipt af þessum málum er aðalega sú að bæjarfulltrúar telja að það sé æskilegast að halda þessari þjónustu hér heima við, en þjónusta KHB, Kaupfélags Héraðsbúa, hún hefur verið með ágætum þetta tímabil sem þeir hafa verið hér. Nú en þarna eru menn að hugsa til að mynda atvinnutækifærin sem að skapast í kringum þetta fyrirtæki. Nú heimilisfesti félagsins verður hér á Eskifirði og þar með falla öll gjöld til Eskifjarðar kaupstaðar og menn telja einnig að stjórnun félagsins sé tryggust hjá heimamönnum þegar fram í sækir.